Komið sæl, Jóhann Gretarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarsson og þá komið að því að við förum yfir lektíuhefti númer 23 og það ber yfirskriftina Spámenn og spádómar og þá mun ég lesa innganginn. Hann var skælbrosandi, það var skol aldeilis frábær samkoma í kirkjunni í gær. Ræðumaðurinn var gestkomandi og reyndist vera mikill ræðuskörungur og spámaður. Og vinur mannsins brást við þessum tíðendum með því að spyrja, hvernig veistu það að hann sé spámaður? Og maðurinn var hugsi stund og svaraði síðan, ja, presturinn okkar kynnti manninn sem spámann, svo hann hlýtur bara að vera spámaður. Hvernig getum við auðkennt sannan spámann? Er spádómsgáfan enn við lýði nú á dögum? Og hvernig vitum við hvað er satt? Þá förum við bara í fyrstu spurninguna og hún hljóðar svona. Hvað hafði Jesús að segja þá spámenn sem kemur fram á síðustu dögum mannkynssögunnar? Og þá lesum við í Mattheus 24:11. Fram munu koma margir falsspámenn og leiða marga í villu. Og einnig í Mattheus 24:24. Fram munu koma falskristar og falsspámenn og þeir munu gera stór tákn og undur til að leiða afvega, jafnvel heila útvöldu ef orðið gæti. Það eftir því, Jóhann, að í fyrri textanu sem þú varst að lesa, þá segir drottinn að það munu koma margir falsspámenn. Já, einmitt. Svo við mögum til með að gæta okkar. Já, það er ekki spurning hvort, þetta er bara hvenær og hvernig. Og þá er þessi leksía til þess að auðvelda okkur að greina þar á milli falsspámanna og raunverulegra spámanna Guðs. Nákvæmlega. Og svo segir hér í framhaldinu að Jesús varaði við falsspámönnum sem myndu koma fram á síðustu dögum og hann var ekki að vara við öllum spámönnum, heldur þeim sem væru falskir. Og þessi aðvörun hans sýnir að þar sem falskir spámenn kæmu fram á sjónarsviðið, myndi einnig hinn sanna spádómsgáfa vera við lýði. Og þá förum við bara í spurningu númer 2. Hvernig hefur Guð talað til mannkynsins í gegnum aldirnar? Og þar er vísað í Hósea 12:10. Ég hefi talað til spámannanna og ég hefi látið þá sjá margar sýnir og talað í líkingum fyrir munn spámannana. Og svo segir hér að Guð talaði til fólksins í gegnum spámennina. Þeir voru talsmenn Guðs sem kunngjörðu vilja hans á meðal lýðsins. Og Guð kynnti Aron sem spámann Móse í 2. Mósebók 7:1. Og þannig var Aron talsmaður Móse en almennt voru spámennirnir talsmenn Guðs. Og þá er það þriðja spurning, hvernig er mikilvægi spámanna lýst? Og þá lesum við í Amos 3:7. Nei, drottinn Guð gerir ekkert án þess að hann hafi opinberað þjónum sínum spámönnunum ráðsályktun sína. Hér er einmitt talað það að Guð gerir ekkert, það að segja á því sviði að kunngera sinn vilja og boðskap á meðal manna án þess að tala fyrst í gegnum þjóna sína sem að kalla spámenn. Já. Svo að við mögum til með að rekna með þessu möguleika enn í dag. Já, nákvæmlega. Og svo segir hér að þegar Guð áformaði að framkvæma mikla hluti í heiminum, kunngjörði hann áform sín spámönnunum sem síðan áttu að boða það mannkyninu. Og svo koma hér nokkrir punktar varðandi spámenn. Að Guð notaði Nóa til að vara heiminn við komandi flóði, eins og segir í síðara Pétursbréfi 2:5. Og Guð lét Jesaja tilkynna væntanlega fæðingu Jesú, eins og við lesum í Jesaja 7:14. Og Míka spámaður sagði fyrir fæðingu Jesú í Betlehem, í Míka 5:2. Og Guð lét Jeremía spá fyrirfram 70 ára herleiðingu Ísraels til Babylon, eins og við lesum í Jeremía 25:11. Og Daniel spáði því að Messias myndi verða tekinn af lífi, eins og við lesum í Daniel 9:26. Og Davíð konungi var falið að segja 1000 árum áður en það gerðist, hver angistaróp Krist á krossinum yrðu,
eins og við lesum í Sálmi 22:1. Og Guð fól Jóhannesi skýrara að tilkynna lýðnum að Kristur væri kominn og væri mitt á meðal þeirra, eins og við lesum í Jóhannes 1:23-27. Og Guð notaði Pál postula á fleiri til að boða komu Krists í annarsinn, eins og við lesum í fyrra Þessalónikubrefi 4:16-17. Og Guð hefur margsinnis sýnt fram á það að hann veit hvað framtíðin ber í skauti sér. Og þá vísað í Daniel 2. kafla. Og ég sé þarna möguleikan á því og ég raun að veru raunveruleikan að Guð, hann talaði fyrst til spámannana áður að þau skrifuðu ritningarnar. Svo að Guð þurfti að notast við bara hér talaða orð árum og kannski öldum saman áður en nokkur ritning var rituð. Já, ég mitt. Og svo segir hann áfram að í Jesaja 46:9-10 þar segir að minnist þessins fyrra frá upphafi að ég er Guð og engin annar, hinn sanni Guð og engin minn líki. Ég kunngjörði endalokin frá öndverðu og sagði fyrirfram það sem eigi var enn fram komið. Og ég segi, mín ráðsályktun stendur stöðug og allt sem mér vel líkar framkvæmi ég. En spádómar Guðs fjalla ekki eingöngu óorðna atburði, heldur einnig leiðbenningar, ögun og að útskýra vilja hans nánar. Og Guð alltaf að leita leiða til að kenna fólki sínu og leiðbina því að réttlæti. Og þá komið að númer 4. Getum við vænst þess að spádómsgáfa Guðs verði viðvarandi fram á síðustu daga mannkynsins? Og þá lesum við í Jóel 3:1-2. En síðar meir mun ég úthella anda mínum yfir allt hold. Synir yðar og dætur yðar munu spá og gamalmenni yðar munu dreyma og ungmenni yðar munu sjá sjónir. Já, einnig yfir þræla og ambáttir mun ég á þeim dögum úthella anda mínum. Þetta svo áberandi texti og mikilvægur sem sýnir að eftir að ritningarna sem við þekkjum på biblíuna kom til sögunar að þá Guð að segja fyrirfram að eftir þann tíma að þá munu ýmsir bæði eldri og yngri á meðal Guðs fólks á jörðu tala orðið frá honum og það ekki skrifaða ritningar heldur því talaða orð. Svo að þessi spádómsgáfa á vissulega að vera við líði í söfnuð Guðs allt til síðasta dags. Já, og svo segir hérna að þessi spádómur rættist að hluta til á hvítasunnu hátíðinni, eins og segir í Postulasögunni 2. kafla. Biblían gefur til kynna að Guð muni úthella heilagum anda áður en Kristur kemur aftur. Og þegar þetta gerist verður þessi gjöf anda spádómsins augljós. Það nefnilega það. Já, þannig að þetta verður sérstaklega sýnilegt stuttu fyrir endurkomu Jesú þegar anda hans verður úthellt. En þá var það 5. spurning. Hvernig opinberar Guð spámenn sína? Og þá lesum við í 4. Mósebók 12:6 og hann sagði: Heyrið orð mín, þegar spámaður er meðaliðar, þá birtist ég honum í sýn eða tala við hann í draumi. Hér megum við til með að fara varlega. Já. Því að okkur dreymir öll, alls konar hluti og sumt af því tónvitleysa. Nákvæmlega. En Guð hefur stundum opinbera vilja sinn mönnum í gegnum drauma og sýnir. Og við þurfum bara að vera vissum að allt sem er boðað í nafni einhvers draums eða sýnar sem við teljum Guð hafa gefið okkur, það verður að vera í samræmi við allt boðað orð Guðs, eins og það ritaðir í Biblíunni. Einmitt. Og þá er það 7. spurning. Hvernig gátu spámenn Guðs talað í hans stað? Og þá lesum við í síðara Pétursbrefi 1:21. Því að aldrei var nokkur spádómur borin fram að vilja manns, heldur töluðu menn orð frá Guði, knúðir af heilugum anda. Hér þessi 3. persóna svo kölluð oft í Guðdóminum að störfum, bæði fyrr og síðar. Og við erum eftir að sjá hann að verki jafnvel ennþá meira en nokkuð tíman áður. Einmitt. Og svo segir hér að spádómsgjöfin er gjöf heilags anda, eins og segir í 1. Korinthubrefi 12:7-11.
Og Guð hefur aldrei gefið til kynna að heilögum anda væri ætlað að starfa aðeins takmarkaðan tíma. Og svo lengi sem heilagur andi að störfum í heiminum getum við vænst þess að sjá gjafir andans að verki Guði til dýrðar. Einmitt. Og þá það spurning númer 7. Hvernig hefur Guð hvatt fylgjendur sína til að meðtaka spámenn sína? Og þá lesum við í síðara Korintubréfi 20:20. Treysti drottni Guði yðar, þá munu þér fá staðist. Trúið spámönnum hans og þá munu þér giftur drjúgir verða. Og einnig í fyrra Þessalónikubréfi 5:20 og 21. Fyrirlítið ekki spádómsorð, prófið allt, haldið því sem gott er. Og við gerðum vel í því ef við myndum, þegar við heyrum einhvers konar spádómsorð boðað, að bera það saman við heilaga ritningu. Já, prófa það eins og segir hér. Akkurat. Og svo segir hér að Guð hefur ekki sagt að hann sé hættur, né að hann muni hætta að nota spámenn. Guð hefur lofað þeim blessunum sem treysta boðskap spámanna hans og hann hvetur alla til að greina gaumgæfilega á milli þess sem raunverulega boðskapur frá anda hans og þess sem kemur frá fals spámannum. Og þá það 8. spurning. Hvernig getum við sannprófað anda spádómsins? Og það kemur hérna fram í nokkrum liðum og það í fyrsta lagi að spádómar spámannsins verða að rætast, eins og segir í Jeremía 28:9. En sá spámaður sem spáir heill, ef orð hann rætast, þá þekkist á því sá spámaður ef drottin hefur sannarlega sendt. Og svo í öðru lagi að þegar að spámaður segist tala frá Guði, verður allt sem hann segir að vera í samræmi við orð Guðs. Jóhann, ég hef séð marga sem telja sig vera þannig handbendi Guðs að þeir séu með svo kallað spádómsgáfu. En þeir boða oft margir hverjum sem ég hef séð að verki, boðskap sem í algjörri anstöðu við boðaðan boðskap biblíunar. Svo það auðvelt fyrir okkur að greina á milli hins sanna og hins falska. Já. Og þá vísað hér í 5. Mósebók 13:1-3. Ef spámaður eða draumamaður rís upp meðaliðar og boðar þér tákn eða undur, og táknið eða undrið rætist, það hann hafi boðað þér og sagt leið, við skulum snúa oss til annara guða þegar þú hefur eigið þekkt og við skulum dyrka þá skalt þú ekki hlýða á orð þess spámanns eða draumamanns. Hér ekki bara áttu einhver skurgoð. Nei. Þó að það gæti innifallist í þessu. Heldur bara, við höfum ekki trúa hverju því sem boðað í nafni Jesú Krists eða Guðs eða biblíunar, án þess að bera það saman við biblíuna. Þetta svo mikilvægt, annars látum við afvega leiðast. Já, það líka merkilegt að hann talar þarna að tákn og undur að þau gætu jafnvel ræst, þótt þetta sé falsspámaður. Já, óvinur Guðs, sjálfur Satan, hann gríðarlega öflugur og getur gert ýmis konar það sem virðist vera kraftaverk. Nákvæmlega. Og svo hérna í 3. lagi að hinn sanna spádómsgjöf mun alltaf tala í samræmi við boðorð Guðs. Og þetta einfaldur og áreiðanlegur prófsteinn sem við getum notað til að sannreyna spádómsgjöf og hvort einstaklingur falsspámaður eða talar sannleika. Nefnilega það. Nákvæmlega. Og svo hérna í Jesaja 8:20, til kenningarinnar og vitnisburðarins, ef menn tala ekki samkvæmt þessu orði, hafa þeir engan morgun roða. Sko, þetta mjög góður texti til að svona leiðbeina okkur. Ef þeir ekki boða boðskap sem í samræmi við kenninguna og vitnisburðin. Sko, þetta ritningarnar sem verður að vitna í að þurfa að vera eins konar prófsteinn á það sem við heyrum aðra boða. Já. Svo 4. lagi hérna, líf þeirra sem búa yfir henni sönnu spádómsgjöf mun vissulega endurspegla lyndis einkunn Jesú. Og þá vísað í Matteus 7:19 og 20. Varist falsspámenn, þeir koma til í sauðaklæðum, en innra eru þeir gráðugir vargar.
Af ávöxtum þeirra skuluð þér því þekkja þá. Einmitt. Og þá það spurning númer 9. Hafa andamiðlar og stjörnuspámenn þessa gjöf Guðs? Og þá lesum við í 5. Mósebók 18:10-12. Eigi skal nokkur finnast hjá þér, sá láti son sinn eða dóttur ganga gegnum eldinn, eða sá farið með galdur eða spár eða fjölkingi, eða töframaður eða gjörningamaður eða særingamaður, eða spásagnamaður eða sá leiti frétta af framliðnum, því að hver sá slíkt gjörir drottni andstyggilegur og fyrir slíkar svívirðingar rekur drottinn Guð þinn þá burt undan þér. Hugsa sér, Jóhann, þetta sláandi texti, þetta svo djúpt tekið í árina að ég alveg undrandi yfir því að fólk skuli aðhyllast margt af því sem hér var talið upp sem við segjum vera andstyggilegt, eins og það að leita frétta framliðnum eða stjörnuspekið eitthvað slíkt, að það algjör óþarfi fyrir kristið fólk sem segist elska Guð og fara eftir orði hans að láta villast. Það virðist vera mjög algeng villa á meðal fólks, jafnvel sem játar kristna trú, að leita frétta framliðnum. En þetta andstyggilegt í augum Guðs, hugsaðu þér. Guð ekkert að skafa ofan að kallar það svívirðingar. Og svo segir hér að hvað sem menn segja og hvað sem líður vinsældum andatrúarmiðlana og stjörnuspána, þá hefur Guð enga velþóknun á slíkum fyrirbærum. Guð hefur í Biblíunni sérstaklega bannað að menn leiti frétta af framliðnum, enda vita dánir ekki neitt, eins og segir í Predikaranum 9:5. Og Guð talar ekki í gegnum dáið fólk, og þar af leiðandi geta miðlar og stjörnuspámenn engan veginn talað fyrir munn Guðs í sagt okkur sannleika. Og þá einnig vísa hér í lexíu númer 10 leyndardóma dauðans, eins og við erum búin að fara yfir hér áður. Og þá það spurning númer 10. Hvers vegna spádómsgáfan svo fjarlæg í mörgum söfnuðum í dag? Og þá lesum við hér í Harmljóðin 2:9. Hlið hennar, Síón, sokkin í jörðu. Hann ónýtti og braut slagbranda hennar. Konungar hennar og höfðingjar eru meðal heiðingjanna, lögmálslausir. Spámenn hennar fá ekki heldur framar vitranir frá drottni. Og svo segir hér að þegar fólk Guðs hefur gert uppreist gegn honum og kæri sig ekki lögmál hans, hefur hann tekið anda spádómsgáfunar frá því. Gjafir andans eru alltaf gefnar þeim sem af einlægni leitast við að gefa sig Guði og hlýða honum. Slík óhlýðni leiðir alltaf til þess að fólk fer á mis við gjafir andans. Og þá það spurning númer 11. Hvar gjöf anda spádómsins að finna? Þá lesum við í 1. Korinthubréfi 12:28. Guð hefur sett nokkra í kirkjunni fyrst postula, í öðru lagi spámenn og í þriðja lagi fræðara. Og sumum hefur hann veitt gáfu að gjöra kraftaverk, lækna, vinna líknarstörf, stjórna og tala tungum. Og svo segir hér að við getum ekki fundið gjafir andans í sjónvarpinu eða á netinu. Og það Guð sem gefur fólki sínu spádómsgáfuna til að byggja upp söfnuðinn og til að vera fólkinu blessun fyrir alla í boðunarstarfinu. Og spádómsgáfan hjálpar öllum til nánari undirbúnings fyrir komu Jesú Krists. Og þá það spurning nummer 12. Spádómsgáfunni ætlað að koma í staðinn fyrir Biblíuna? Og þá vísað í Efesusbrefið 4:8, 11 og 12. Að því segir ritningin, hann steig upp til hæða, hertók fanga og gaf mönnum gjafir, og frá honum svo gjöf komin að sumir eru postular, sumir spámenn, sumir trúboðar, sumir hirðar og kennarar, og þeir eiga fullkomna hina heilugu og láta þeim þjónustu í líkama Krists til uppbyggingar. Svo að þessari yfirlýsingu Guðs orðs þá sjáum við að Guð ætlast til þess að spádómsgáfan og þar með viðeigandi sannir spámenn verður við líði allt fram til hins síðasta.
af því að það þörf á því. Já. Til að byggja upp söfnuðinn, eins og segir. Svo segir að þessi gjöf anda spádómsins á alls ekki að koma í staðinn fyrir orð Guðs. Að þessi gjöf andans var til staðar á tíma Gamla testamentisins og einnig á meðalina kristnu frá upphafi. En þetta átti aldrei að draga úr mikilvægi ritningana. Og þessi gjöf andans var ætluð til að styrkja fólk Guðs til þjónustu og undirbúa það fyrir endurkomu Jesú Krists. Og þá það 13. spurning. Hvað segir Guð að verði helstu auðkenni hins síðasta safnaðar? Og þá vísað í Opinberunarbókina 12:17. Og þá reiddist drekinn konunni og fór burt til þess að heyja stríð við aðra afkomendur hennar. Þá varðveita boð Guðs og hafa vitnisburð Jesú. Og svo segir hér að Opinberunarbókin 19:10 segir greinilega að vitnisburður Jesú andi spádómsgáfunnar. Og Guð segir að kirkja hans á loka tímum muni hafa þessa gjöf. Og þessi yfirlýsing Guðs gefur okkur ákveðið auðkenni sem við getum notað til að þekkja þá kirkju sem Guð hefur stofnað við lok tímans. Lexía númer 21 leiddi ljós að hinn sanna kirkja sem Guð setur á stofn mun vera alheimshreyfing sem þekkjast af eftirtöldum auðkennum. Það í fyrsta lagi að hún kemur fram á sjónarsviðið eftir 1798 og öðru lagi að kirkja Guðs mun trúa kenningum frumkristninnar. Í þriðja lagi að þetta verður heimsvíðtæk hreyfing og í fjórða lagi hún mun boða hið eilífa fagnarendi. Í fimmta lagi hún mun boða öll boðurum 10, þar með talið hvíldardagsboðorið. Í sjötta lagi mun kenna að dauðinn svefn fram að upprisunni og í sjöunda lagi að hún mun trúa boðskap spámannana og hafi heiðri anda spádómsins. Svo það í raun og veru ekki torvelt að koma auga á Guðs sanna söfnuð. Nákvæmlega. En við erum ekki þar með að segja að allir aðrir söfnuð séu ómögulegir eða vonlausir. Þeir boða oft boðskap Guðs af ýmsu tagi, en stundum það að það vantar ýmislegt upp á. Og það aðeins hægt að finna hinn eina sanna söfnuð á síðustu dögum með því að lesa Biblíuna og fylgja þessum leiðbeiningum sem þú varst að lesa til að vita hver hinn rétti söfnuður. En svo spurt hér, hvað með yfirlýsingu Biblíunar þess efnis að við eigum ekki að bæta neinu við Biblíuna? Með því að meðtaka gjöf anda spádómsins, erum við þá ekki að bæta einhverju við Biblíuna? Nei, alls ekki, að þegar við tökum við anda spádómsins, erum við að lýsa hlýðni okkar við Biblíuna. Biblían segir berlega að á síðustu tímum muni kirkja Guðs þekkjast af gjöf anda spádómsins. Og þessi gjöf gefin til að beina okkur til Jesú og hvatning fyrir okkur til að lifa í nánara samfélagi við Guð þar til Jesús kemur aftur. Opinberunarbókin 22, 18-19 segir: Ég votta fyrir hverjum þeim manni sem heyrir spádómsorð þessara bókar að leggi nokkur við þau, mun Guð á hann leggja þar plágur sem ritað í þessari bók og taki nokkur burt nokkuð af orðum spádómsbókar þessarar. Þá mun Guð burt taka hlut hans í tré lífsins og í borginni helgu sem ritað í þessari bók. Og í orðskuðunum 30:56 segir þetta: Sérhvert orð Guðs hreint, hann skjöldur þeim leita hælis hjá honum. Bæt engu við orð hans til þess að hann áviti þig eigi og þú standir sem lygari. Og þegar við tökum við leiðbeiningum anda spádómsins, erum við að engan hátt að bæta við orð Guðs eða breyta því. En þegar við höfum Biblíuna, hvers vegna þurfum við gjöf anda spádómsins? Ef til vill kom slík spurning fram á varir fólks á tíma Gamla testamentisins. Aftur og aftur kallaði Guð einstaklinga fram á sjónarsviðið sem hefðu þessa gjöf anda spádómsins. Og þannig áttu þeir að hjálpa fólki til þess að lifa í fullu samræmi við Guð og orð hans. Og svo kom það líka fyrir að fólk Guðs hafnaði slíkri gjöf sem alltaf leiddi af sér að fólkið
leið mikið fyrir það. Og á tíma frumkristninnar var þessi gjöf andans mikil blessun fyrir fólkið. Pétur, Páll og Jóhannes skrifuðu allir mikilvægi anda spádómsins. Svo voru það 4 dætur Filippusar sem Guð gaf þessa dásamlegu gjöf söfnuðinum til blessunar. Og þá er það spurning númer 14. Hvernig hefur Guð opinberað anda spádómsins í söfnuðina síðustu tíma? Þá segir hér að þegar Guð stofnaði þessa heimsvíttæku hreyfingu fyrir enda þessa heims, kallaði Guð unga konu til starfa, Ellen Harmon að nafni, og gaf henni anda spádómsins. Þannig vildi Guð leiðbeina vaxandi nýjum söfnuði í gegnum skrif hennar. Hún giftist William White og tók hans eftirnafn og var ætíð þekkt sem Ellen White. Í gegnum starf hennar uppörvaði og leiðbeinti Guð þessa litla hópi sem helgaði sig orði Guðs og boðun fagnarinsins. Þótt Ellen hefði aðeins slotið innan við 3 ára skólagöngu, gerði Guð henni mögulegt að skrifa milljónir orða, bækur í tugatali og ómetanlega leiðbeiningar fyrir hinn unga söfnuð. Og þessi litli hópur hefur vaxið og orðið að víðtækri hreyfingu sem í dag stendur fyrir öflugu boðunarstarfi, skólum á öllum námsstigum, heilsustarfi og sjúkrahúsum og útgáfu allan heim. Öll hennar skrif beina lesendum að Biblíunni sem eina mælikvarða trúar og til Jesú Krist sem okkar eina leið til eilífs lífs. Og bækur hennar hafa verið þýddar á öll helstu tungumál jarðar, en þar má nefna bókina Vegurinn til Krist sem hefur verið þýdd á 165 tungumál. Það er einkennandi fyrir öll hennar skrif að allt er það í fullu samræmi við heilaga reikningu. Og milljónir eintaka af bókum hennar hafa verið prentaðar og þessi rit hafa leitt þúsundir einstaklinga til að nálgast Guð og eignast persónlegt samband við Jesú Krist. Jóhann, hér má ég til með að skjóta inn í að minnast á mína eigin reynslu. Þegar ég ungur á árum kom út úr kirkjufélagi sem flestir Íslendingar tilheyra hér á landi á táningsárunum og ég kynntist þessum söfnuði og þessum boðskap. Þá var ég ekkert á því að meðtaka allt sem að Ellen White boðaði og kendi. Ég fór að bera það saman við Biblíuna og enn í dag, 70 ára seinna, þá er ég enn þeirra sama sinnis að hún var spámaður eða með spádómsgáfuna frá Guði, okkur öllum til blessunar, ekki til þess að bæta við Biblíuna, heldur til þess að efla hana og styrkja hana og útskýra hana betur. Og það sem hjálpaði mér hvað mest, það var að lesa bókina sem hún skrifaði, Vegurinn til Krists. Það er bók sem gerir þig að betri manni. Það er ekki hægt annað. Svo ég hvet alla hlustendur endilega eignist bókina Vegurinn til Krists eftir Ellen White og þá sjáum við hvað við erum að tala um. Að það er mikil blessun að þessari gjöf anda spádómsins. Og þá er það spurning númer 15. Hvernig getur fólki komist í kynni við þessa gjöf anda spádómsins? Besta leiðin fyrir hvert og eitt okkar er að lesa boðskap hennar sem beinir athygli okkar að Jesú Kristi og orði Guðs Biblíunni. Og milljónir einstaklinga sem með bænar huga hafa kynnt sér boðskap hennar, hafa lært að elska Biblíuna og frelsarann. Og lesendur komast að raun það að þeir verða betra fólk og nánari fylgjendur frelsarans. Mest lesnu bækur hennar eru Vegurinn til Krists og Deilan mikla, sem báðar eru fáanlegar á skrifstofu adventista og einnig hér í boðunarkirkjunni. En þá komum við að spurningu númer 16. Er hugsanlegt að fleira fólk muni einkennast af anda spádómsins áður en Kristur kemur aftur? Og þá lesum við Jóel 3:1 og 2. En síðar meir mun ég úttella anda mínum yfir allt hold, synir yðar og dætur yðar munu spá, gamalmenni yðar munu dreyma, ungmenni yðar munu sjá sjónir. Já, einnig yfir þræla og ambáttir mun ég á þeim dögum úttella anda mínum.
Og svo segir hér að þessi spádómur Jóels gefur til kynna að Guð muni kalla til fleiri einstaklinga sem muni hafa gjöf anda spádómsins og aðeins tíminn mun leiða þetta í ljós, en það er afar mikilvægt að við minnumst aðvöruna Krists varðandi falsspámennina sem verða ábyrjandi á síðustu dögum mannkynssögunnar, eins og segir frá í Matteus 24:24. Og við skulum einnig hafa í huga aðvörun Páls postula: fyrirlítið ekki spádómsorð, prófið allt, haldið því sem gott er, eins og segir í fyrra Þessaloníkubréfi 5:20-21. Þetta finnst mér svo mikilvægt, Jóhann, að prófa allt. Nákvæmlega. Það er að lesa Biblíuna, bera allt sem við heyrum og sjáum boðað í nafni Biblíuna eða nafni Guðs, bera það sama við Biblíuna. Og aðeins þegar það stemmir og er í samræmi við hvort annað, getur við verið örugum að meðtaka hvern sem er. Nákvæmlega. Nú þá er bara komið að síðustu spurningunni hérna, í númer 17. Grundvallast trúarlega kenningar á Biblíunni anda spádómsins eða hvorutveggja? Og þá lesum við í Matteus 4:4. Jesús svaraði: ritað er, eigi lifi maður á einu saman brauði, heldur á hverju því orði sem framgengur af Guðs munni. Og svo segir hér að trúarlegar kenningar eru alltaf byggðar á Biblíunni. Það fólk sem nýtir þeirra blessunar sem gjöf anda spádómsins veitir er verkfæri í höndum Guðs til að beina fólki til Biblíunar en ekki til þess sjálfs. Og Guð fól spámönnunum sínum að leiðrétta fólkið þegar það vék af vegi hans, en aldrei áttu þeir upphafið af kenningum sem ekki grundvölluðust á Biblíunni. Það eru allmörg dæmi það, Jóhann, að í gegnum aldirnar hefur fólk komist í kynni við aðeins lítið brot af ritningunum. Kannski bara eina bók eða nokkra blaðsíður og samt er þetta Guðs fólk. Því að það er fúst til að fara eftir þeim leiðbeiningum sem það hefur komist í kynni við og eru frá Guði. Og það er vel þess virði fyrir okkur öll, eins og vorum að segja áðan, umfram allt, prófum allt. Nákvæmlega. Og svo hér í lokin þá er ein spurning til þín. Ertu fús til þess að meðtaka gjöf anda spádómsins og leyfa Guði að gefa þér sérstaka blessun? Ég myndi ekki hika við að gera það. Nákvæmlega. Og með þessu þá lýkur þessari yfirferð á þessu hefti hjá okkur í dag og við bara þakkum fyrir.